Þá það næsti liður, lánasjóður sveitarfélaga, lántaka 2005. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn á fundinum og gefa mér orðið. Forseti, aðra bæjarfulltrúar. Þetta liður 3 í fundargerð bæjarráðs dagsettur 27. nóvember 2025 en lagður var fram lánssamningur frá lánasjóði sveitarfélaga vegna láns Akureyrarbæjar. Að ræða 353,3 milljóna króna lán til fjármögnunar á framkvæmdum við íbúðagerðan að Hafnarstræti 16. Ég ætla að lesa hér upp bókun. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykki hér með á bæjarstjórnarfundi að taka lán hjá lánasjóði sveitarfélaga og útgreiðslufjárhæð að alltaf 300 milljónir króna og höfuðstólsfjárhæð alltaf 353.234.699 með lokagjalda þann 15. nóvember 2055 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum sem bæjarstjórnin hefur kynnt sér. Bæjarstjórn samþykkir til tryggingaláninu, höfuðstólsfjárhæðinni, uppgreiðslugjaldi og vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar að standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 68 greinar sveitarstjórnarlaga númer 138 árið 2011. Nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Lánið tekið til að fjármagna byggingu og íbúðagerða fyrir fatlað fólk sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga númer 150 árið 2006. Jafnframt Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóra, kennitala 10.06.74, 31.99, veitt fullt og ótakmar umboð til þess að fyrir hönd Akureyrarbæjar og undirrita lánssamning við lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita, gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með að beiðni útborgun láns. Færi forseta bæjarstjórnar aftur stjórnina. Takk fyrir. Orðið laust. Þá hefur enginn tjáð sig. Þau sem að samþykja að taka með láni. Það samþykkt með 11 atkvæðum.